Arnór mættur heim í KR, bara hvernig kom þetta til? Þetta kom bara upp, Óskar heyrði mér hljóðið og tók stöðun á mér og við áttum bara gott spjall og svo byrjaði boltinn bara að rúlla og gekk frekar vel. Varst með áframhaldandi samning úti, bara leitaði hurun heim? Já, ég var með áframhaldandi samning en til að gera langa sögu stutta þá hefði ég ákveðið að leita á önnur mið, sama hver niðurstaða tímabilsins hefði verið að þá langaði mig að fara eitthvað annað og þannig að það var alltaf í plönunum að færa mig set en svo bara kom þetta upp með KR sem ég var bara virkilega spennt fyrir. Voru önnur lið úti sem eitthvað heyrði þér? Já, það voru alveg einhverjar þreifingar en eins og segja þetta er svo snemma á glugganum og það eru bara þreifingar í byrjun desember og inn í desember en svo aldrei neitt konkrít en eins og segja þegar ég talaði við Óskar þá lágu þetta dálítið uppi. Það að koma heim, var það eitthvað búið að svona vera í hausnum að þér lengi? Nei, alls ekki, bara ekki neitt en svo bara töluðum við saman fjölskyldan og stór fjölskyldan og komist bara að þeirri niðurstöðu þetta var bara geðvægt tækifæri fyrir mig og koma þá heim og fá að spila fyrir KR. Eins og þú segir, áttir samtal við Óskar, hvað sagði Óskar eiginlega? Hann seldi mér þetta bara mjög vel og við töluðum bara lengi vel saman og oft og fórum bara svona yfir þetta allt saman í rólegheitunum og hvernig hann sagði þetta fyrir sér og sem að ég var gífurlega spennt fyrir. Það voru engin lið hérlendis sem höfðu samband önnur? Jú, það voru alveg ykkur lið sem höfðu samband en mér langaði, ég var langspenntastur bara fyrir að fara í KR og fá að vinna með KR og bara KR er KR og þetta er stórt og mikið félag og stærsta félag á Íslandi að fá að vera bara í KR er geggjað og pressunni sem að því fylgir að setja á sig treyjuna í KR treyjuna og fá að bera hana, það er forréttindi. Þú ákveðna fjölskyldutengingar í KR, hafði það einhver áhrif á þetta? Nei, ekki þannig en jú, ég er alveg vel tengdur inn í félagið og ég fengi að verið þar í nokkur ár og verið út í KR mikið og hort á leiki hjá þeim og svoleiðis en það er einhvern veginn þau sett enga pressu en KR hefur alltaf verið og mjög skemmtilegt félag og stórt félag sem ég hef langað að spila fyrir og nú er ég orðinn KR-ingur. Þetta vonbrigða tímabil hjá KR-ingum, það var ekkert að fæla þig frá? Nei, alls ekki. Ég verið partur af svona uppbyggingu áður og 2014 með Norrköping að þá erum við nálægt í að falla einmitt líka en og þessi reynsla tekur maður með sér inn í næsta tímabil og það eru margir leikmenn sem að kannski ekki hafa mikla reynslu í efstu deild en hafa hana núna og sem að mun nýtast þá bara KR og okkur í tímabili sem er koma núna þannig að þetta ég hef engar áhyggjur af þessu Eins og segir bara spennandi að vinna undir Óskari? Já og mjög spennandi og þetta verður ógeðslega gaman og ég er rosalega peppaður að byrja bara þetta verður geðvægt. Þetta bara svona þín markmið með KR, hvað langar það að gera með liðinu? Mér langar bara, ég þoli ekki að tapa og mér langar að vinna eins marga fótboltaleiki og ég get og en bara, það er koma KR aftur á þann stað sem að KR á að vera á, það þeir eiga að vera að berjast að vinna Íslandsmeistaratitla og þeir bikar inn og tala ekki að koma út í Evrópu væri geðveikt líka, þannig að það er eins og segið, það er háleit markmið sem að ég kem inn með og ég veit að KR gerir líka en eins og ég er ekki kannski búin að tala það mikið við Óskar upp á markmiði en það vera 100% háleit markmið í Vesturbænum sem að ég er alltaf, það er bara þannig. Þetta kemur heim eftir 11-12 ár úti, bara gengur sáttu fyrir að borða? Alveg 100%. Þetta búið að vera ótrúlega gaman og eins og ég sagði við konun mín að mér líður ekki eins og ég sé að fara heim og þetta er einhvern veginn að klára, heldur er þetta bara nýtt verkefni og ég sé þetta sem nýtt verkefni og er bara eins og ég ótrúlega spenntur að fá að spila og fá að spila fyrir KR og gera það vel. Þetta er bara atvinnumannaferillinn úti, bara hvað svona stendur upp úr? Það eru allir sigrarnir og það eru titlar og það er stórmót með Íslandi og það er svo margt ég hef einhvern veginn ekki ennþá lentur með það að gera einhvern veginn að horfa tilbaka heldur eins og ég var inni á að ég
mér líður ekkert eins og þetta sé bara eitthvað að klárast heldur þetta bara nýtt verkefni og það með, eins og ég segi, með KR og ég er svo spenntur að þannig ég einhvern veginn ekki geta hugsað einhvern veginn út í það en það kemur seinna. Þú dettur auðvitað úr landslýshópnum núna í vetur, svona var það mikið sjokk? Já, þú veist að maður er búin að vera lengi í landsliðinu og en eins og ég segi, ég átti bara gott spjall við Arnar og hann ekki búin að vera með í seinustu 2 glukkum og en við erum líka bara með frábæra leikmenn og frábæra menn í minni stöðu og bara gott lið þannig að ég er ekki fúll út í einn eða neitt heldur þetta er gangurinn á þessu og en ég hef aldrei lokað neinum dyrum og mun ekki en það gera ekki í dag en að samanskapi veit ég alveg að ég fór lengra frá þessu núna með því að koma heim en hurðin er alltaf opin. Þetta bara tímabilið núna með Norrköping, þetta bara svona leiðilegur endur á ferlinum úti í Svíþjóð? Já, þetta var mjög leiðilegt með að við hvernig það var og við hefðum getað gert þetta mikið betur en það er annar kaffibolli, það er margt sem að fór fram þar sem að við getum tekið okkur mörgum tíma en það er mjög leiðilegt að enda þetta á þessum nótum sem að og fara niður deild sem að þessi klúbbur á ekki að vera hann á að vera í hæfstu deild og en eins og ég segi þetta er mjög leiðilegt en á samanskapi er maður gengið samt sem áður stolt fyrir að borða það sem að ég reyndi að gera mitt allra besta. Þetta liðsfélaginn úti Jónatan Guðni var tilkynntur líka á sunnudaginn eins og þú. Er það bara spennandi leikmaður? Já, hann er spennandi leikmaður, spennandi karakter, stór og mikill karakter og hann á bara framtíðina fyrir sér og bara frábært fyrir hann að komast upp leika og bara vonandi stendur hann sem vel. Ræddir þú eitthvað við hann þetta skref? Nei, alls, jú, við töluðum alveg saman en hugurinn hans leitaði heim frekar snemma, seinni part tímabils úti og ég reyndi bara að hjálpa honum til með það með að tala við hann og hjálpa honum til með góð ráð og svo er maður alltaf til staða fyrir hans stráka. Þetta annar liðsfélaginn úti Ísak Andri, hann er í miklu metum í Svíþjóð eða hvað? Já, alveg klárlega, hann er mjög góð leikmaður og þannig að það kemur ljós hvað hann gerir en eins og ég er líka góðu sambandi við hann líka og reyni að hjálpa eins mikið og ég get. Takk hjá Arnar. Ekki máli.